hvað græðum við á því að fara inn í Evrópusambandið vegna þess að við erum að sjá það að Evrópa í tilvistarkreppu og það viðurkennt bara, eins og ég segi, bara þessa dagana af forystumönnum Evrópusambandsins sjálfs að sambandið sé og álfan sé í tilvistarkreppu. Hún að dragast inn í, eða óbreyttu enn meira inn í stríð sem ekki bara stundað af Rússum, heldur eru Norður-Kóru menn komnir inn og Íranir eru með sína dróna þarna inni. Það alveg möguleiki á því að það fari hermenn frá Evrópusambandinu þarna inn ef ekki semst og Evrópa í efnahagsstríði líka við nágranna sína. Síðan Evrópa orðið þriðja heims land í tækni vegna þess að það að banna gervigreind. Bílaiðnaðurinn ekki bara í tilvistarkreppu út af orkuverði og svoleiðis og út af bensín versus rafmagni, heldur út af hugbúnaði. Og hugbúnaðurinn, sko, hann í Bandaríkjunum og Kína. Og og ekki eru af hverju ættum að fara inn? Og til dæmis bara orkumál sem eru rosalega relevant í dag að það enginn að segja manni það að við þurfum nauðsynlega á regluverki Evrópusambandsins hvað varðar okkar orkumál að halda sko. Við sjáum nú bara þarna Hvammsvirkjun að það virðist vera að innleiðing á Evrópu tilskipun hafi þvælst svo rækilega fyrir kerfinu að verkefni sem að Landsvirkjun búið að vera undirbúa í aldarfjórðung stefnt í hættu. Þannig að, en ég spyr sko, hvað erum við að sækja þá til Evrópu? En þá segja einhverjir gjaldmiðil, við erum að sækja stöðugan gjaldmiðil. Já, núna hefur krónan reyndar verið mjög stöðug. Já. Ef það skoða bara... Já, bara stöður en evran? Já, hún hefur verið bara mjög svipuð og evran og dollar. Við náttúrulega erum mikið tengt dollar líka, það gleymist. Við náttúrulega, oljan í dollar, álið í dollar, kólin í dollar, meira segja hlutafiskunum í dollar. En við flytjum út í gegnum Rotterdam, en það ekki þar með sagt að vörurnar séu í evrum á endanum. Heldur erum við mjög tengt bandarísku dollar. Já, það veit ekki, þau hjá Viðreisn og Samfylkingu getur kannski skýrt aðeins betur fyrir þjóðinni hvað það sem að við ættum að sækja þangað. Já, sko, allavega ekki lífeyriskerfið, ekki atvinnuleysið og ekki vonleysið. Því að ungt fólk mjög mikið atvinnulaust og það þorir ekki að kaupa sér íbúð í Evrópu. Við búum við það að við okkur að fjölga og það jákvætt og við erum með gjöfult land, við þurfum bara að vinda ofan af vitleysunni og þá framtíðin björt.